Komið sæl, Rauðaborðið hilsar á þess ágæta miðvikudagskvöldi. Gestir mín þessu sinni Halla Gunnarsdóttir, starfandi formaður VR, Páll Valur Björnsson, Grindvíkingur og með ykkur meiru? Já, kennari. Já, kennari, já. Og Sverrir Björnsson. Sverrir Björnsson, ég klúður þessu alltaf. Sverrir Björnsson, eins og ég veit það nú vel. Og Margrét Pétursdóttir, verkakona. Við erum velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Já. En ég er svona klúðurslegt með Sverrir því þegar ég var reistur á blaðinu þá teiknaði Sverrir vikulega í blaðið svona teikningar sko sem hétu aðalblaðið. Já, það hétur reyndar aukablaðið. Aukablaðið, já. Hann vinna ekki miklu. Nei. Undir heitinu Donald. Já, þá varstu hérna mjög beittur. Já, það er það. Það er svona þjóðfélagsrýnir. Já. Og ert ennþá, þú varst að skrifa grein sem heitir Heimskasta þjóð í heimi með spurningamerki. Já. Og þú svona, kannski förum inn í þetta betra eftir, en þarna nefnur sko 6 atriði sem að hérna þið þykir tilefni til að tala um. Já, þetta er svona, þetta er búið að dvelja lengi hjá mér sko að hérna, svona í hugarum hefur þetta alltaf svona verið íslenska þversögnin. Og ég svona skoðaði þetta með einhvern ákveðin tíma og svo fannst mér bara núna eins og það vantaði svolítið inn í baráttuna. Það væri verið að tala auðlindirnar og ástandið. Já. Þannig að þá skellti ég þessu saman, fann þessar upplýsingar og setti það fram. Já, sem sagt fyrsta atriðið við Íslendingar framleiðu mesta rafmagn í heiminum miðað við höfðatölu, 15 sinnum meira á mann á ári en meðaltal heimsins árið 2023. Já. Það er samkvæmt alþjóðlegum upplýsingum og það er það bil 7-8 sinnum meira en Evrópa að meðaltali. Já. Þannig að það er ansi mikið. Já, og okkur fer að vanta rafmagn. Samkvæmt öllu. Ég er nú ekki alveg sammála því. Það vantir rafmagn, sko. Það eru allavega umræðan. Já, það eru stjórnmálamenn sem vilja bara. Spurningin í greinin er sko, af hverju er það ekki til eitthvað fyrir fátækubörnum? Já. Þetta er svona gífurlega mikið sem við erum að framlega. Miklu meira en við þurfum, sko. Já. Það er svona það sem mér finnst að stjórnmálinn ætti að vera að ræða einhverju leyti. Já, en þeir takir þessi bara leiðinda gagnrýni eflaust. Já, ég veit ekkert það. Þetta hefur nú verið, sko, þessi umræða eiginlega merkilega hljóð, sko. En hérna, Indriði Þorláksson, ég er engin fræðimaður í þessu, ég er bara svona áhugamaður. Hann, fyrirverandi skattstjóri, ríkisskattstjóri, hann hefur gert mjög fínar greinar og úttektir á svona arðsemi og auðlindarentu af stóriði. Og svona með það sem hann er að finna út og eins og hann gagnrýnir að við höfum aldrei skoðað þetta sem þjóð. Það har aldrei verið reiknað út. Sem er mjög undarlegt, sko. Þú ert að fara að byggja álver eins og Kárahnjúka og þá er ekkert kíkt á hvað þú ert með fyrir, sko, og hvort það borgaði sig eða hvað þú fyrst út í því, sko. En þetta var náttúrulega Halldór Ásgrímsson sem að þráði þetta mikið vegna þess að Framsóknarflokkurinn á því vök að verjast Austurlandi. Já. Er það ekki stórmáli. En förum í hérna, hvað verður kosið Halla? Já, það er þetta bara mjög góð spurning. Ég stóði þeirri trú þegar hér var mótmælt á Austurvelli og talaði með þessi ríkisstjórn var ekki á vetursetjandi að þau vandamál sem að við staðum frammi fyrir litu sérstaklega að áhrifum vaxta og verðbólgu á vinnandi fólk og venjulegt fólk og það væri svona stóra viðfangsefnið og stóra ástæðan fyrir því að það þyrfti að losa þessa ríkisstjórn. Persónulega taldi ég líka ýmsar blikur á lofti hvað varðar hluti sem eru að gerast til dæmis í vindorkumálum að því að Sverrir nefnir raforkumálin og ýmsu svona öðru þar sem er verið að svona bóra nýja krana í ríkissjóð og hleypa svona fjármagnsöflunum inn í það. En ég taldi að þetta og þá sérstaklega þetta fyrstnefnda væru viðfangsefnin. En síðan finnst mér allavega flokkarnir sem eru svona mælast hæstir að þeir eru bara að keppast hvað er alltaf að skera mikið niður. Og kynna það sem einhverja svona leið til þess að takast á verðbólguna og við heldum nú gott málþingu það í september við VR sem að sýndu bara mjög glögglega fram á og skýrt fram á og það er einmitt ekki leið sem virkar gegn verðbólgu og vöxtum og mér finnst bara að ég skil ekki af hverju þessir flokkar þurfa ekki að svara meira fyrir það
hvers vegna þeir tala svona, hvers vegna þeir telja markmiðið sé að hagræða eða skera niður og hvar það á að koma niður. Já, en við erum reyndar að tala um að þau ætla að fjármagna einhver ósköp á næsta árum með eignarsölu, Landsbankann og ríkisjarðir og... Já, og það alveg merkilegt hvað þau þurfi sjálfur sér að svara lítið fyrir það. Já. Og þau tala um svona sölu eigna eins og það sé einhver óbúslega einhver gullkýr sem að sé hægt að... Slátur oft, akkurat. En oft það þannig að þegar við seljum eignir þá verðum við fáttakar í seinna, sko, því að við þurfum á þessari þjónustu að halda. Og við erum tekið svona dæmi þegar að vera að selja hús til að leigja þau aftur og þá það bara mjög kostnaðarsamt. Já. Og það líka gott að vita hverju þau ætla að selja landið. Akkurat. Já, bara hæspjóðanda vantilega. Já, hvað sem í heiminum. Já, en það var frétt bara í kvöldum það að útlendingar að ásælast í jarðir sem eru með mikil vatnsréttindi. Já. Land bara mjög dýrmætt í heiminum í dag. Og við, þú veist, við hefum nú reist einhverja varnir en alls ekki nægilegar gagnvart jarðasöfnun. Nei, það bara, við höfum dæmið fyrir framan okkur varum með það. En Páll Valur Björnsson, Grindavík, ertu sefur í Grindavík? Nei, ég bý hérna í Reykjavík núna. Já. Nei, ég er búin að selja húsið mitt þar og ég fer ekkert í Grindavíkur aftur, sko, á meðan þessi atburður í gangi. Það náttúrulega bara alveg glatað að gera það og þannig ég bý bara í Reykjavík, 101. Ágætt. Já, ég get alveg velskilið þá sem vilja flugullin burt úr Vatnsmýrinni þegar ég búa þarna. Það alveg stöðugu flugumferð beint yfir húsið, sko. En maður svo sem vanur því, maður kallar ekki allt ömmu sína, sko. Nú komin sérstök samtök hljóðmörk sem einmitt að fjalla ekki sem sagt áætlunarflugið sem flýgur yfir húsið þitt heldur allt engaflugið og ofboðslega auknu umferð og háa mengur sem henni líst. Ég myndi byrja að einbeita því og svo tökur flugullina og allar Nei, ég bara segir svona, sko, þetta náttúrulega búið að vera deilumál á Íslandi í áratugi eins og svo margt annað, sko, við getum aldrei saman nokkuð skapað, hluti að kemur á stórum málum, sko, það bara þannig. Það einhver sem býr í Kársnesinu sem var að benda og það verður kannski vestar. Nýja hverfinu þar, já. Ég bjó í Vesturbænum ekki fyrir löngu síðan og maður furðaði sig einmitt á því helgar, sko, að það var ein rella, sko, kannski með einum í, kannski 2 manna, sem bara fór yfir bæinn og yfir allt og það við erum að tala sko 40.000 manns þurft að hlusta á þennan mann eða konu. Sinna áhugamáli sínu, sko. Þetta er náttúrulega engan veginn boðlegt, sko. En þú fluttir og ekki bara út af þessu? Nei, ég flutti nú í Garðabæinn, bý þar í turni þar og þar kemur innanlandsflugið akkurat í beyjunni, sko, til þess að fara í Kársnesið, sko. Og engaþóturnar líka. Þetta er alveg búið skrítið fyrst mér sko. Og mér finnst þessi punktur með hávaðamengun, sko. Virkilega bara mikilvægur, sko. Getum við haft nokkulega friðsala borg, sko. Það átti alltaf verið þannig að þú situr út á Austurvelli þá öðru hvorur eins og það sé að koma, sko, B-52 yfir þig. Það er ekki alveg svona. Það var náðu fyrir, sko, þegar ég var blaðan og skrifum pólitík og svona, að taka út í viðtöl til þess fyrir utan stjórnarráðshúsið eða hvað sem var í miðborginni. Ég bara kom, fokkar þá bara allir að hækka sig, sko. En Margrét Pétursdóttir, þú ert eini í frambjóðandinn. Já, er það? Já. Nei, ég er í heiðursæti listans, hvað er það? Já, nákvæmlega. Við hins sjáum eftirspurnina. Já, nákvæmlega. Nei, hvað sérum? Ég sitt í öðru sæti eftir honum Davíð Þór í Kraganum. Já. Við erum saman á framboðslista. Algjörlega, og þetta er bara, það er nóg að gera. Já. Og hvað heyrir í fólki? Nú er þið búin að fara út og tala við fólk. Já, við erum bara mjög bjartsýn með við tónin í fólkinu. Það virðist vera hugur í fólki að breyta hans til og við erum mjög ánægð með að heyra það. Við finnum fyrir góðum velvilja og það eru náttúrulega allir mjög hrifnir á Sönnu, Magdalenu. Hún er alveg búin að koma sterk inn, þannig að ég er bara bjartsýn á að við náum inn á Alþingi í þessum kosningum.
Já, síðustu uppgjöri sem hann gert, þá voru 3 þingmenn frá sósíalistaflokknum. Já. En ekki alveg augljóst að það vera að refsa fráfarandi stjórnarflokkum? Það ekki bara býðir allra afhróð? Eða þessu þetta núna? Ég með það kannanir. Já, það alveg morgun. Við höfum ekkert betra. Nei. Stíðastið. Ekki fyrir að löga þetta. Já. Þetta er sérstakt munstur, sko, þetta 2 flokkar, miðjuflokkar, sko. Einn örlítið meira til hægri og hinn örlítið meira til vinstri, sko. 2 konur, svona sterkar báðar í pólitík, sko. Já. Og það bara eins og þjóðin sé aðeins búin að setja fókusin á, þetta sko fólk sem vilja núna inn, sko. Miðað hvernig þetta heldur lengi og vel og hreyfist lítið, sko. Já. Og þetta náttúrulega breyting. Það að reyna. Já, alveg. Já, algjörlega. Eins og bara, náttúrulega Vinstri græn hafa nú ekki náð upp í 5% bara í langan tíma, sko. Marga mánuði. Það er að því að Halli tókst ekki að gera byltinguna. Ef að Vafki hefði nú sprengt ríkisstjórnina á fundinum, þá væri við að horfa á allt aðra stöðu, sko. Held ég, þetta er kenning. Kenning, já. En það, láta Bjarna eiga stela glæpnum og þurfa að fara í fílu og eitthvað. Þetta spilaði svona illa úr þessu. Já, ég veit það. Mjög illa. Sem er slemmt, finnst mér. Já, það er ekki gott þegar félagshyggju-flokkarnir dett út. Nei, Svandís náttúrulega líka stórkostlegur stjórnmálamaður, sko, að mínum dómi. Já. Og ég vann með henni í 3,5 árin á þingi og Vinstri grænum í stjórnarnastöðu. Og þetta var náttúrulega bara ótrúlega flott fólk, eins og þetta reyndar í öllum flokkum er gott fólk, sko. En það var sérstaklega gott að vinna með þeim, Vinstri grænum, og þeir voru mest kvenmenn í þingflokknum þá. Og það var rosalega gott að vinna með þeim og hvílíkir eldhugar, sko. Og það er mikil eftirsjá af Svandísi út af þingi, sko. Ég myndi segja það. Hún er gríðarlega öflug og því miður náttúrulega bara ég var að þið skildu axnast inn í þetta stjórnarsamstarf á sínum tíma, sko. Þetta var náttúrulega bara alveg þetta var bara eins og kæristan hefði sagt mann upp, sko. Ólíksárunum þegar þau bara fóru inn í þetta stjórnarsamstarf, sko. Maður trúði ekki sínum eigin eyrum, sko. Þetta var reyndar, sko, Björt Framtíð sem ég var í á sínum tíma, sko. Hún svona byrjaði á því að þegar hún fór inn í samstarfið með Viðreisn og Sjálfstæðisflokki, sko, þá var ég á fundi með þeim og ég var mjög æstur því að ég bara vildi meina að þetta væri bara ekki rétt, sko. Og þetta væri, við varum að fara gegn öllu sem við ætluðum að gera sem Björt Framtíð þarna í stjórnmáli. Að þá sagði ég bara svona, þetta bara stjórnmál Ísland eru fucked up og þau eru það. Bara mínum dómi eru þau bara algjört rusl í rauninu, sko. Og bara þetta er alveg með ólíkindum að við svona lítil þjóð og það er búið að nefna rafmagnið og það við erum með hann á fleiri punkta eftir. Við erum með fiskveiðiauðlindina og stóriðina og allt þetta dóta þetta er bara hlægilegt, sko, í rauninni að við getum ekki komið okkur saman að reka þetta litla samfélag þannig að það sé engin út undan og allir bara, það er svo mikið til að ríku fólki að það er með ólíkindum alveg ofsa ríku fólki og þetta fólk, það sleppur algjörlega við að borgarna hún skapaðan hlut það bara sleppur algjörlega við það og ég hef bara kynst í sjálfur að þetta fólk, sko, það nota fyrirtæki sín til þess að kaupa allar nauðþurftir og þegar það byggja hús þá kaupir þetta allt í gegnum fyrirtækin og þegar þau fara inn í málingu eða hvað það heita öll þessi fyrirtæki þá bara fóðu 75% afslátt á meðan ég borga 100 áskall fyrir einhverja innkaup í húsið mitt þá borga þau 25. Þetta er náttúrulega alveg galið og það er eins og þú segir með greiniðinni að maður, ég hef búin að segja þetta reyndar áður, sko, að við erum hrottalega vitlaus. Það bara getur ekki hann að verið. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig við getum látið þetta viðgangstina. Það er bara ólíkindum. Var ekki síðast í dag sem að Bjarni Benediktsson matvælaráðherra var að úthluta 3.300 tonna djúpkarfa kvóta þvert á ráðleggingu Hafró. Þeir vildi hafa 0 kvóta en hann... Þetta var náttúrulega örugt merkin í baklandið, sko. En þeir byrstu nú í Morgunblaðinu, þeir byrstu, sko, töflur frá Hafró
og sko línuritin á þessum karfa það maður er bara hissa að þetta finna sko eitthvað eftir. Já. Það er svo hörmulegt sko staðan á þessu. Já. Þetta er gert til þess að flagga sko pólitíkinni og láta vita maður sé á vaktinni fyrir hagsmunina. Já, þakka fyrir sig kannski. Af því að sko eins og þú segir sko að þetta er kannski ekkert svo skrítið að þú lítur á hvað eru sterkir hagsmunir. Já. Og sérstaklega það sem auðurinn voru mjög mikill og að verja þá hagsmuni og þetta er nú svo sem það er nú ekkert að tala Ísland að tala mannkynssöguna á allan heiminn sko. Ég held að það sé nú kannski aðal skýringin á því akkur þetta gengur þetta illa hjá okkur að búa til svona jafnréttist samfélag eða bara jafnvel manngott samfélag að sko slagurinn er svo harður hérna. Það fjárfest svo mikið á móti og við höfum séð það margótt. Ég meina þá skriðu hérna rannsóknarskýrsla Alþingis hérna eftir hrunið og það sem að voru lagða línundar hvernig við getum gert það til þess að reyna að bæta stjórnmál og bæta stöðu landsins. Ég man nú eftir að hún hérna Ólöf heitir Nordal sko, svo ágæta kona var varaformaður Sjálfstæðisflokksins þá. Hún sagði það nú í viðtali þetta er að þvælast fyrir því með smá tíma þessi rannsóknarskýrsla. Svo myndi bara halda áfram og bara sannspár algjörlega, það stóð það allt sem hún sagði og sko Ísland var náttúrulega komið í mjög mikið óefni á þessum tíma það er ennþá verra núna. Ólöf Nordal sagði líka hann undan Vaðlaheiðargöngunum að þetta færi bara eina leið að ég var stofnað sko hlutafélagmynda sem alltaf gera þessi jarðgöng og reka þau en þá var hún þingmaður í norðaustri og hún sagði að það er eitthvað milli mála að bara ríkið að taka yfir. Þetta væri bara ekkert reikningsdæmi sem væri með. Og svo raunin, það voru frekukallarnir, Steingrímur og Kristján Möller sem að komu þessi Þeir eru alveg kjördæma þingmenn sko, þeir berjast í kjördæmi sitt sko. Það er þannig sem þetta er, það er bara, þetta virkar þannig, þú þingmaður þessu kjördæmi, þá erst að berjast sérstaklega bara fyrir þetta kjördæmi. Svo er hefði. Þú sér nú bara eins og Sigur Ingi núna þegar hann skrifar undir samningu hérna þessa brú, sem kostar nú 18 milljarðar takk fyrir, það er nú ekkert annað. Á sama tíma eru 30.000 fátæk börn, eða hvað, 10.000 fátæk börn á Íslandi. Það er allavega mjög fátæk börn á Íslandi, það eru langir biðlistar eins og þú ert að segja. Það er ekkert búið að gerast í þessum málum, ekki neitt. Nei. Þetta er bara á sama tíma og þeir skrifa bara út tékka alveg hægri vinstri og núna í starfstjórn sko. Tveir dýralæknar skrifa undir samning að byggja brú. Þetta er náttúrulega algjörlega galið sko. Þetta er gott fólk eins og Sigur Ingi er ágætis maður. Hann er dýralæknir sko. Og vegamálastjórinn líka dýralæknir. Það bara segir svo margt sko hvað við erum eitthvað skrítið sko. Halla, síðustu kjarasamningar þeir hérna ríkið kemur mjög duglega að þeim. Getur verið að einhver uppstokkun í landstjórnin núna það breytist eitthvað með dragi lappirnar eða er engin undankomuleið fyrir ríkið? Ég myndi nú halda að vera ekki undankomuleið frá svona stóru póstum og það eru náttúrulega sérstaklega að horfa á gjaldfrjáls og skólamáltíðirnar en auðvitað voru kjarasamningar gerðir í rauninni eftir ákveðinu forskrift frá Seðlabankanum og við vorum nú nokkur svona verkalýðshreyfingarna sem voru svolítið gagnrýnin á þetta það sem var fallist á svona litlar launahækkanir og þá með þeirri forskrift að það ætti þá að ná niður vöxtum á verðbólgu og svo leið hálft ár og allir héldu áfram að borga háa vöxtunum sínum og matakarvan hækkaði og svo framvegis. En nú þeir svona rétt aðeins að byrja að lækka en eru ennþá alveg brjálæðislega háir og hafa verið þannig lengi. Og það er náttúrulega stjórnvöld hafa svolítið skilað auðu hvað þetta varðar. Og þá horfi ég sérstaklega á húsnæðismálin og ég tel fullt tilefni til þess að styðja þá hópa sem að að bera þyngstu byrðarnar. Því hávaxtastefna er bara pólitísk ákvörðun sko. Hún er ákvörðun að passa fjármagnið og láta almenning taka skellin. Hún er bara ákvörðun það. Og þá er spurning ætlum við bara leyfa því að vera þannig eða eigum við að reyna að létta eitthvað byrðarnar hjá þeim sem að taka mesta skellin. Og það eru náttúrulega þau sem að skulda í eigin húsnæði og þurfa á því að halda og síðan leigjendur líka upp einhverju marki. Já, en þetta er sko, þetta er raunversta hækkun sko, það er því að þeir lækka 0,5
En verðbólgan er komið neðar, þannig að milli verðbólgu og stýrivaxta þá hefur bílið aukist, þannig að raunvextirnir eru í raun hærri heldur en þau voru. Það er bara verið að, þú veist, það er verið að beita aðferðum sem að virka ekki nógu vel. Já. Og þær eru hins vegar rosalega kostnaðar saman fyrir það fólk sem að þarf að leggja út fyrir þeim. Og það, þú veist, í sjálfu sér er með einföldum hættum að segja að verða að reyna að taka peninga einhvern veginn úr umferð og reyna að fá fólk til að hætta það peningum. En það verða að sækja peningana það sem er minnst af þeim. Það verður að krysta þjóðfélag á vitlausum stað. Í staðin fyrir að sækja þá þar sem hjá þessum hópum sem að Páll Valur lýsti áðan ágætlega, sem að þar sem að fjármagnið er. Og þetta er, við VFR höfum verið að fjalla svolítið mikið þetta er svona angi af niðurskurðarstefnu, það er þessi austerity. Hún er þríþætt. Það er að skera niður ríkisútgjöld og einkavæða og láta innviðina grotna niður og selja það síðan hæstbjóðandi. Sem eru búin að reyna. Já, búin að gera líka hluta til. Það er og núna snýst allt að skera meira niður. Það er í öðru lagi hávaxtastefna og í þriðja lagi er það svona niðurbrot á réttindum vinnandi fólks og á afli verkalýðshreyfingarinnar til þess að sækja kjarabætur. Og við sjáum það líka núna í spurningum sem VFR senda stjórnmálaflokkana að það er bara ágætis vilji og þá sérstaklega hægra megin til þess að auka valdheimildir ríkisátta sem er að byrja að mála upp eitthvað svona eins og þessi óbúslega óstjórn hér á vinnumarkaði og það þurfa að aga alla bara inn í eitthvað form og Hagfræðistofnun byrja að skrifa einhverja skýrslur þar að lútandi. Þannig allt einhvern veginn ber þetta sama brunni og það er bara verið að beita aðferðum sem að hafa ekki virkað til þess að gera það sem það eiga að gera, það er að segja eitthvað ná jöfnuði eða koma hagvextar stað eða eitthvað slíkt, en það hafa virkað til þess að vernda fjármagnið og senda börn svöng heim að sofa. Það er bara, og það er það sem er afleiðingin og það er nært hægt að horfa til Bretland sem hefur gengið hvað lengst í þessu. Og það er eiginlega hægt að sjá það á þessum flokkum sem að tala, það er eitt orð sem að svona sameinar til eins og Viðreisn og Samfylkingu í því að viðhalda þessari efnahagsstjórn, það er orðið einmitt einkarekin og þau tala mikið það. Þannig að það má ekki búast við einhverjum miklum breytingum frá þessum flokkum þegar það kemur sko. Nei. Ég talaði hana Rán sem er skipar eftirsætið, oddvitasætið í Suðurkjördæmi. Í Suðurkjördæmi og hún býr í Keflavík, eða Reykjanesbæ. Og hún lýsti svo ágætlega, það var heilbrigðisstofnun Suðurnesja, það var fjársvelt bara í langa tíma. Svo er lausnin að byggja einkarekna heilsugæslustöð og þá verða bara allir glaðir Þá kemst fólk til læknis og fleira, en þá er það bara eins og það hefði verið viljandi að drepa hina niður og koma svo með lausnina í einkarekna. Þetta er bara mjög típist. Og þetta er liður í niðurskurðarstefnu. Þetta er einn angi af henni. Hvaða flokkur er núna í framboði sem hefur hagsmuni launafólks sem ég þá lagst sett í samfélaginu á oddinum? Ég til að spyrja þig hvernig þú svarar En þetta er í raun og veru meinsendin sem hefur svona eins og lagt vafkið svolítið að velli, held ég, og það sem lagði núna síðan töpuðu eftir því sem Bernie Sanders greiniði á fleiri að menn tap á því demókratar að þeir eru búin að missa baklandi sig. Þeir eru búin að missa tengsli við vinnandi fólk í Bandaríkjunum og þá getur bara hvaða populisti sem er komið og hirta að og þetta held ég að sé þetta er bara mjög algengt og hefur gerst líka víðar Evrópu að flokkandi missa þessi tengsl og mér finnst VFG hafa mist þessi tengsl aldrei, ekki lagast núna einhverju leyti en til dæmis núna í kosningabaráttunni þá er ég alveg hissa á því að VFG sé ekki meira þarna megin og minna á mannréttindamálum og umhverfisvernd. Slagorðið er græna byltingin. Ég hefði nú haldið að væri vænlegra að taka þennan málstað sem hér er lýst. En segir ekki í því lagi nefndirnar en hvað eru endirnar Það er að spila þetta svolítið lengra því þetta er náttúrulega ádeilu texti En svo er eitt flokkur og það er flokkur fólksins sem er alveg grjótarður á því að berjast fyrir aldraða öryrkja einstæða
og talar þannig í hverju einustu ræðu og hverju einustu auglýsingu og nýtur og fær töluvert fylgi fyrir það. Sjálfsögðu gera sósíalistar það líka. Mínus rasismi. Maður þarf ekki að spyrja alveg. En svona þessi kannski flokkar sem hafa verið, þetta ekki það sem ég heyri hjá Samfylkingu, sem er nú beint afsprengi sko Alþýðuflokks og Alþýðuhreyfinga sko á síðustu öld. Þannig að þarna held ég að svona gætu orðið sko næstu sviftingar. Þetta gerist nú ekki í þessum kosningum, ég held að það sé alveg vonlaust sko. En kannski segjum í næstu kosningum eða hvernig það er. Að það er bara alveg stórir hópar fólks hérna sem bara hafa verið skildir eftir, þeir eiga ekki bara almennilega málsvara. Þeir ríkur í fínum málum með sína flokka sko. Millistéttin í prýðulegum málum með sína flokka. En lágstéttin, eða hvað ég segja, síðasti þriðjungurinn, hann er svona hér og þar. Þriðjungurinn sem heldur upp í landinu er límið í samfélaginu sko. Það er bara þannig. Þetta verka fólk og fólki sem er að vinna hérna úti, ég bara vann sjálfur í þessu mörg ár sko. Ég veit að þetta er bara límið í þessum fyrirtækjum, þetta er bara límið sem heldur þjóðfélaginu saman. Þræla, þetta er bara svona píramidin hérna, sem að hvað heitir hann nú píramidin? Ég held að við erum búin að flytja inn fólk í það. Já, ég meina við erum búin að flytja inn fleiri þúsund manneskjur inn í að vinna þessi störf sko, en þetta fólk heldur þó upp í samfélagi. Það býr til allan auðinn á meðan hinir njóta þess sko. Við erum ekki að deila þessu rétt á milli fólk sko. Nei, það er bara þannig sko. En það er náttúrulega það sem pólitík snýst Já, hvernig á að taka það sem við erum með og hvernig á að búa til meiri verðmæti og hver er að búa til verðmæti og hvernig á að fá borga fyrir það og hver að skili hvað, ekki satt. Jú. Ég er ekki alveg viss að fókusin sé samt á millistéttinni sko. Ég var alltaf til að ræða það nánar svona, því að mér veist sko að ASÍ gerir svona þjóðmálakönnun og það var bara einhver svona spurning þar samkeppnismál sem vakti mikla athygli mína. Þar sem að spurt sko hvort að fólk telji of mikið eftirlit, of mikið samkeppniseftirlit í Íslandi. Og með myndina hafi verið 3% sem töldu of mikið samkeppniseftirlit. En svo að þú færir inn á þing og myndir spyrja, er of mikið samkeppniseftirlit? Þá myndi sko hópur þessara 3% bara snar stækka. Þannig að mér finnst stjórnmálin og aðgerðirnar og umræðan rosalega koncentreruð bara á efstu 10%. Og á þá sem eiga og út frá þeim sem að eiga og mér finnst það svolítið vera svona stóra ágefnið þannig að ég held að sko og meina að þú vilt vera í svona einhverju góðu félagslega réttlátu samfélagi þá þarftu náttúrulega líka að vera með stóra og öfluga millistétt og og mér finnst bara slatta vegið að henni líka ég verð að segja það. Þú veist, það, ég meina, millistétta fólk getur valla að koma sér það ekki yfir höfuð heldur, sko, eins og staðinu núna. Fólk á meðaltekjum sem eru bara í sjálfu sér góðar tekjur, það á alla breyk, þú veist, þannig að þetta er alveg ég held að þetta sé svolítið að stíð 90%, kannski ekki 99 eins og Bernie sagði, sko, en svona við 90%. Já, svo kannski, þú veist, mætti íta á íta á þá umræðu að ef að þú aðstofar sko láglaunastéttina þá hagnast allir að því. Það er ekki viðbúið í dag að við heyrum nokkuð það rætt vegna þess að þetta efsta lag náttúrulega það á líka fjölmiðlana að mestu leyti og þeir eru nú aldeilis vilhallir þessu 10% ríkustu þannig að við erum ekki mikið með umræðu hvernig við getum breytt lágstétt og millistétt nema þá kannski hér við þetta borð helst. Þannig að það vantar. En það er eins og Sanna sagði reyndar einhvers þar daginn að þeir sem mest eiga meiri nú. Algjörlega. Það er líka eitt. Sko. Já, þegar þú verður svona ríkur þá vilt alltaf meira. Já. Þú verður alltaf nískari. Það er svolítið skemmtileg rannsókn. Sorry, það er bara þannig. Margur verður á öðrum abi, var það ekki einhvers staðar sagt. Jú. Og það er líka talað um í biblíunni, sko. Ég myndi eftir í hugið að það er svolítið áhugaverð bók eftir konu sem heitir Albena Asmanova sem að skrifa bók sem heitir Capitalism on the Edge eða eitthvað svoleiðis og hún er svolítið fjallin kapitalisman og hvernig hún vegnar og eitt af því sem hún segir er að hún segir kapitalismin eins og þekkjum hann er búinn út af því að hann býr til svo rosalegt óöryggi, svona precarity og þá fór ég náttúrulega strax að hugsa þú veist þess að svona
Uber og alla þess að vinna í svona þessum harkhagkerfinu, en hún var með miklu viðtökari skilgreiningu og þar á meðal var með rannsókn sem var að tala við einhverja bandaríska milljarðamæringa, tryllingslega ríkt fólk sem þorði ekki að hætta að vinna og þorði ekki að bara slappa af að því voru svo hrættum að þau myndi missa allt. Þannig að þau voru líka að fríka út yfir því að þetta kerfi, þú veist, það gæti ekki staðist. Og en hún vildi meina að við værum komin á einhvern svona krísustað sem væri síðan að fara, þú veist, og værum að sveiflast yfir í eitthvað annað, sko. En ég þetta bara satt alltaf eftir hjá mér, sko, sem alltaf stressuði milljarðamæringana. sem að geta ekki hægt að, sem að geta ekki slakað á. Þetta náttúrulega playing the game. Það treyst ekki í kerfinu sem þið byggur til. Sko, playing the game, og það að bjarga sér. Og svo að bjarga sér aðeins betur og svo er þetta bara búin að bjarga helviti vel. En svo miðar við einhvern annan. Tvær snekkjur fyrir aftan þeim, sko. Svo miðar við hins maður þrjá. En þá ertu samt að keppa í geiminu, sko. Ég held að það sé svona hluti af þessari skýringu. Og nóg er ekki nóg, eða aldrei, sko. Við erum bara þannig dýr. Sverrir, í greininni 9, þar kemur meðal annars fram að við veiðum 1,6% af villtum fiski í heiminum 2022 en við erum bara 0,0047% af mannfjöllunum en erum að veiða samt sko 1,6%. Þetta er einmitt svona einn af þessum ómöguleika í Íslands, getur við sagt, sem er svona sér íslensk kerfi líka. Já. Hver var að segja daginn, sko, að það var allavega að skoða að skoða í gegnum aldirnar hefði Ísland aldrei fengið þeir sér, eða Íslendingar aldrei fengið sanngjarnan hluta af sínum auðlindum vegna þess að hentaði, þess sem verið gerði sjónvarpsþættir þetta líka árið, vegna þess að það hentaði bændum að það byggðist ekki upp sjávarútvegur af því að vinnuaflöðabundi í sveitunum. Þeim hentaði að vaðmál og aðra vöru til sveita væru keyptar að háu verði af dönsku kaupmönnum. En dönsku kaupmönnum hentaði sko þeir fengu mest fyrir fiskinn, sko. Þetta vel að gefið hitt, sko. En borguðu mest fyrir það. Og sem sagt, ég held að þetta var Gylfi Magnússon, hagfræðingur, sem var að skrifa þetta, hann var að spá hverju væru stærstu mistök Íslendinga, sko. Hann nefnir að þetta í leiðinni, sko. Þannig að sko mér startilega að pæla í því, sko, að þarna eru svona skrýtnar tölur, sko, og hvers vegna. En svo náttúrulega gefum við mjög fámennum hópi öll gæðin sem felast í þessum 1,6% af fiski í heiminum og hömpum þeim sem alveg opbóðslega klára businessfólki sem sé svo rosalega duglega. En við erum líka búin að snýða regluna þannig að þeir vigta sjálfur fiskið sín. Áður, sko, þegar ég var sjómaður þá var bara hafnavog, alltaf vigta raflinn upp úr bátunum, en þeir vigta sjálfur. Það er bara búið að afleggja bara hafnavigtina. Þetta var tekið fyrir í sjónvarpinu í heilum þætti fyrir svona 4-5 árum. Og maður hugsaði, heyrði, nú er komið aðeins, sko. Nú verður eitthvað gert eða það hefur ekki bara ekki heyrst að því síðan. Ég var á fiskmarkað í 11 ár, sko, hérna í Den og þá varum við að taka íspröður af línubátum og öðru sem voru að koma í land. Og svona meðatals ísprósenta í fiski var svona í kringum 10-11%, milli 9 og 11%. Svo fengu þeir heimvöktunarleyfi, hérna fyrirtækin, allstaðar sem voru út all land og þá hækkaði ísprósentan upp í 25%. Og það var 20-25%, það var bara mjög algengt að þetta skila skýrslum inn til Fiskistofu. Meir en tvöfaldaðist? Já, það var bara þannig, sko. En þið veitum hvað það þýðir? Að fiskurinn er ísaður og svo er hann landað og þá kemur þetta svona normið, kannski 10% ís á mjög til 90% fiski, sko, vill enginn kaupa ísinn, þannig að það verður henda honum frá, en svo þegar að þeir fá að gera þetta sjálfur og enginn eftirlitsmaður, að þá hækkar allt í hennu bara ísprósentan bara meir en tvöfaldast, sko. Og svo er það líka, þeir eiga fiskinn, leið að koma með hann í land og þeir vinna hann eða senda hann út og fyrirtæki þeirra í útlöndum kaupir hann og þarna er bara sko
vantar verulega góða rannsókn á það. Nú verið gert, en þetta bara alltaf kaffært. Konar svolítið niður, sko. Já, þeim tekst alltaf að aftengja öll eftirlit, sko. Hægrumönnum, kapitalinu, sko. Þeir passa sig á því að gera það, þeir taka allt úr sambandi. Eftirlitsiðnaðinn, já, nákvæmlega. Já, ekki sagt að sem sagt, greiðsla fyrir kvótan standi ekki undir eftirlitskerfunum eða þjónustukerfunum eins og Hafrannsóknastofnun og Já, það er það er ekki að borga það, þannig að þá erum við fann að borga með því, sko. Það segir nú kannski einhverja söguna. Jú. Herrið, en svo er það með ferðamennina. Það koma hinga 5,79 ferðamenn á hvern Íslending, eða var 23. En Frakkland sem fær flesta ferðamenn allra ríkja í heimsins fekk sama ár 1,49 ferðamenn á hvern íbúa. Sem sagt við erum með margfalt, sko, á við þá. Hvað koma margir hingað? Finnur fyrir því á hverju degi? Já, svo líka því að líka því að 13% íslenska barna eru fátæk, sko. Nú eru búin að þylja upp svona hvað þeir eru búin að hafa þegar ferðaþjónustan er svona meira öflugur heldur en öðru löndum á hvern íbúa og svo eru með sjávarútveginn og samt eru 13% íslenska barna sem búa við fátækt. Sko, það er ekki bara Íslendingar sem eru farnir að kvarta yfir túrismannu, heldur túristarnir sjálfir. Þeir eru farnir að þvælast fyrir hver öðrum á hinum vinsælustu stöðum. Ég vinn nú í þessum bransa, ég er leiðsögumann og þetta er nú alveg bara, myndi ég segja hver einustu ferð sem ég fer, að þá svona yfir hásumari, þá kvarta fólk yfir þessu. Að það er bara ekki þverfótandi fyrir fólki á þessum vinsælustu stöðum. Og það er ekkert voðalega gaman að koma og heimsækja fallega eigi eins og þessa ef þú sérð valla nokkuð fyrir fólki, hausum og fólki. Þannig að þetta er orðið, ég veit ekki ekkur það er sem að við getum ekki tekið á þessu og rætta allavega hvort þetta ekki er setja eitthvað kvóta. Mér fannst það reyndar ótrúlega flott, sko, þegar ferðamannastraumunum brast á. Að við vorum náttúrulega alveg dánandi át eftir hrunið, sko. Gjörsamlega á njánum, sko, þjóðirinn. Og þá bara gís eldgosið og það er að loka til flugi og þú kannst ekki fengið betri auglýsingu fyrir neitt land í heiminum. Og allir vissi að gengið var lélegt og svo var landið svona fallegt og undursamlegt og eitthvað og þetta bara byrjaði og sprautaðist af stað þarna strax eftir vinstri stjórnina. Að sko Ég er alltaf þátt svo flott hvernig Íslendingar gengu í málið, sko. Gengu í málið. Þetta var lítið að gera við það sko, það var fullt af bankafólki sem keypti sig kannski rútu, skilurðu, eða fór að leigja út íbúðuna sína eða eitthvað og þetta var svona mjög organik og fallegt, fannst mér, sko, uppbyggingin svona fyrstu árin, sko. En svo náttúrulega myndast í þessu eins og annars staðar að fjármagnin náttúrulega tekur það sem að besti er og kaupir það bara eins og í nýsköpun og öðru, það er bara keypt og það får maður borga fyrir það. En svona fyrstu ári var einhvern veginn svona Íslendingar bara mættir allir upp á dekk, eins og sagt er. Ég fannst þetta alltaf flottur tími, sko. Og hann er það sem er litið ennþá, sko. En svona þarf að passa sig að fara ekki alltaf út í öfgarnar, sko. Nei. Við erum svolítið gjörn á það. Hvað getur við tekið á móti mörgum? Per mann? Já, hvað erum við að tala um? Erum við ekki að tala um við erum komin yfir 2 milljónir á ári? Jú, er það ég? 2,3 heldur hafi verið þarna þetta árið. Já. Það er komið niður 2 milljónir. Hvað eru margir á mann sem við getum tekið á móti? Sagði hvað, 5, eitthvað? Já. 5,79 á ferðamann. Já. Nei, á ferðamenn á hvern einn íbúa. Þetta er alltaf útreikningur sem þarf að fara í. Ég bara myndi vilja kalla eftir því að það er kortlagt. Já. Það er annarkvort gefur þolinmæði ferðamannsins og sérstæðan vaskast út, sko. Það hefur náttúrulega líka, auðvitað sitt að segja hvernig efnahagsstaðan hefur verið, en að fólk kvartar mikið það, hvað er dýrt að koma til Íslands, en að eitthvað kannski vingsast úr þar, en enga síður að þá erum við ekkert að halda alltaf vel á spöðunum á ýmsum stöðum, sko. Ég held að sé ekki rétt að vera alltaf að tuttla peninga fólki, jafnvel fyrir að fara á klósett, sko, og gera allt að pening. Já. En eiga svo vonaði að missa fólk úr þessum fína business sem við höfum þó. Getum gert þetta betur, við þurfum ekki að vera gráðug
og getur þá kannski lifið á því svolítið lengur heldur en einhver ár, svo myndi þetta kannski detta niður sig, ég veit það ekki. Síðast þegar ég fór á Seljalandsfoss, þá var ég að borga sem sagt til að fara að fossinum. Já. Það sem með bílastæði, með að borga fyrir bílastæði. Já, bílastæði, já. Og þetta var ekki svona þegar ég var ungur. Nei. Þetta Það var hugmyndum miðstýringu, muni getið því. Náttúrupassinn. Já. Hann náði engin samstæða það. Það var ekki nokkurlega ríki gæti bara gert þetta og þá hefði þú getið að fara á Seljalandsfoss og það var þess að draga veskið, sko. Já. En talandi með okkur takist oft illa upp, sko. Það var ekki hægt, sko. Nei. Ekki þetta kom einhverju heilstæðri stýringu eða mynda það, sko. Ekki svona típist íslenskt. Já. Típist íslenskt líka að, sko, það alltaf fjármagnseigendur sem að taka yfir, hvort það í sjávarútvegi einhvers staðar annars staðar eða í þessum business, þeir taka bara yfir og þeir ráða stefnunni, sko. Og við verðumst ekki hafa neitt bólmagn í að gangast við eða gegn í eða nokkuð skapar. Já, þeir stoppa bara allt eins og gistináttagjaldið og náttúrupassan. Þetta bara allt verið stoppað. Og bara hörð mótmæli frá Icelandair og hagsmunaaðilum í ferðaþjónustu. Þú veist, akkur ekki bara komugjald á alla nefnum íslenska ríksborgara. Ég meina að ég fór til Frakklands og ég var að fór út á hótelinu og stifna út á því að borga 5 eurur í borgargjald. Bara sitt í eitthvað, ég þurfti bara að borga það og ekkert mál, sko. Við erum að gera bara að setja komugjald sko. Það er bara, og státi há, því að við erum að fá allt og mikið af ferðamönnum inn, finnst mér, sko. Við erum ekki bara í stakk búin til að takast á við þetta og þér fannst þetta kannski fallegt, en við varum enga veginn í stakk búin til að takast á við þetta. Innviðinir allir og við sjáum bara heilbrigðisþjónustan og allt og sjúkraflutningamenn á Suðurlandi, fólk var bara komið í kulnun eftir smá stund. Ég meina, það sko 8 vinsælustu ferðamannastæðinir í Suðurkjördæmi og það er náttúrulega bara að keyra þarna kjördæmið á þessum tíma, þú veist, þetta var að byrja, það var alveg skelfilegt. Og svo þetta stoppandi hvar sem á Dacia-dösturinn. Þú veist, það er bara, þetta er út allt, sko. En ég meina, við erum náttúrulega, maður má ekki segja kannski mikið, en það má aldrei styggja neitt, sko. Það má aldrei segja neitt hérna á Íslandi, þá ertu hundskammaður fyrir að segja það eins og staðan er bara, þetta er bara þannig. Og ég meina, fólk á Hvolsvelli, það bara komst ekki inn í búðina. Nei. Það var svo mikið að ferðamönnum inn í búðina að heimamenn komist ekki inn í búðina. Og voru annir snarvillisir í þessu. Við fórum eins og 4 til Skotlands til að spila golf. Og engum datt í huga við þurftum ekki að panta okkur ástíma áður við færum. Bara, það var alveg borðleikandi, maður panta þetta með svona 6 mánaða fyrirvara til að fá að spila á góðum völlum og það var eins og með Laugaveginn hérna, af hverju er þetta ekki þannig? Maður þurfa að panta sér bara tíma sem er ástíma bara, og mátt fara klukkan þetta til að þetta sé ekki yfir fullt af fólki og alveg stjórnlust og það eflaust að gera þetta víðar. Örugglega. En við þurfum þó allavega að setjast niður og tala það. Við erum að byrja á því, ekki láta fjármagnseigendur að ráða þessu. Nei. Taka völdin. Það er kannski eitt sem ég langaði að nefna sem nú greinir endar á, sko. Það nú að fara að selja rokið, sko. Tengist náttúrulega ferðarþjónustunni á nokkru leyti, sko. Að þetta minnir mig svolítið á þegar Norðmenn fundu olíuna. Sko, nú eigum við séns á, segjum að við förum bara í þetta er ekki allir sammála því að eigi að gera þetta. Mér finnst þetta fallega aðferð við að gera orku, sko, og allt til að gera það, að einhverju marki, sko. En þá kom ég með spurningin og það voru átök í pólitíkinni þá í Noregi, 67, þetta sagði mér nú, þetta er svo þekkt alveg staðreynd, að hægrimenn vildu að það eru bara einkafyrirtæki sem tækju og gerðu allt, skiljiði. Byggðu olíuhreinsunarstöðvarnar og boruðu og gerðu það. En það voru erlend fyrirtæki sem fundana, sem voru bara samning, sko. En norski jafnaðarmannaflokkurinn og svona vinstri þar sagði nei, við gerum þetta bara sjálfur og sendu einn gæja með skjalatösku til Stavanger að búa til Statoil. Og þessi aðferð þeirra við að taka þetta í sínar hendur er grunnurinn að norska olíuþjónum. Og ekki nóg með það, heldur líka mjög mikið afleidri tækni sem þeir hafa þróa, Norðmenn, í sínum miðnaði, að þeir taka þessi ákvörðun. Og nú er spurningin til þess á Íslandi, sko, ég veit ekki hvað, það er eitt franskt fyrirtæki hérna með 11 hugmyndir og það er einkaaðilar út allt sem ætti að taka þetta.
en á sama tíma erum við með einn ríkislund hérna fyrir ofan Búrfell sko og annan samþykkt með Blöndu nefnir svona það, í mínum huga væri það svona norska leiðin við þetta, reynir nú að eiga þetta einu sinni sko, skilur, reynir bara að eiga þetta sjálf allavega í smá tíma og svona getum þá síðast til setna það er orðið einhver gullíf sko. Ekki sjókví eldið eitthvað svona dæmi sko, það sem að við stóðum ekkert í fæturna? Nei, það er nú eitt ljótt dæmi það sem að mitt hefur berað saman við Noreg, hvað leyfing kostar þar og þetta er ekki meina nýja skatt sem settu á eldi hjá sér sko. En það er þetta ekki mest í eigu normanna hérna sko. Já. Og svo náttúrulega svona að tala ótímabundin nýtingarleyfi eins og var fyrir þinginu síðasta þingi. Þetta er náttúrulega og framsennanlega sko. Við erum svolítið svona þetta er við sko við erum svolítið svona eins og við séum eitthvað nýlenda bara í Afríku, þetta er svona svipuð meðferð og þær þjóðir máttu sæta og hálfu erlendra öðringa sem farið inn og sáralítið satt eftir og fólkið í landinu hafði mjög lítið um það að segja hvað er gert af því að það er skurinn úr yfirstjætt og svona þeir sem eiga fjármagnið sem að fá og ráða stundum dettur manni þetta að við séum ennþá dálítið sko nýkomin undan dönum séum bara dálítið ný farin að sko hugsa því að ég er ekki vissum að þetta sem ég þekki aðeins til í Danmörku og fjölskyldu þar og svona og þau stóru furða sig á umræðinni umræðu hefðinni sko. Þar er verið að taka hlutina og ræða þau umræðu þáttum alveg fram og tilbaka sko. Fá frá vitarna niðurstöður og reyna að vinna út frá þeim og svona. Hérna eru 10 mínútur í kastljósi og málið svo heyrist bara ekki að því meira fyrir það bara kemur einhver ákvörðun. Er það að fara að skýrast hvað ætlum að kjósa? Það er að kjósa frá okkur eitthvað? Já, ég nefnilega alveg hissa á þessu sko, því að mér finnst ekki verið að kjósa það sem var í stjórnarsamstarfinu. Það hefur verið að kjósa einhver allt aðra hluti og ég furða mig svolítið mikið á því. En mér langar aðeins að höggva smá í vindorku myndina sem þú dróst upp Sverrir, þetta verður svona fallilega til að búið til orku og þá held ég fólk sjáu kannski fyrir sér svona eitthvað hollenskan svona vindmyllugarð, svona vindmyllur sem eru kannski á hæð við þig og kannski einnig viðbútt. Svona krúft. Og já, en sko því ég skellti mér nú í eina göngu með Landvernd bara til þess að kynna mér þessi áform og og fyrstilega rétt sem þú segir Sverrir, þetta er náttúrulega allt keyrt áfram á einhverjum einkaaðilum sem ráða sér einhverja leppa ég vil hér á Íslandi og poppa upp svona nöfn úr hruninu og svona sem er að hjálpa til og síðan heyrir maður svona að hluta af Íslendingum verður bara fast í gömlu virkjanu umræðinni þar sem sum okkar vildu ekki sökkva einhverju víðerni og önnur vildu gera það en það var fyrir eitthvað það skilji Kárahnjúkavirkjun, hún var fyrir verksmiðjuna, við vissum fyrir hvað hún var. En vindorkuverin, við vitum ekkert fyrir hvað þau eru. Það er ekkert sem garanterar að þau fari í einhver innlend orkuskipti eða eitthvað sem við þurfum á að halda eða orkuöryggi fyrir heimili eða fyrirtækin sem eru hérna nú þegar sem ég segja að það verður stundum orkuskortur í stóriðunni. Við verðum að setja vindorkuverin í gang. En sko þau eru ekkert að fara endilega að gera það því að þeir sem eiga þetta munu selja hæstbjóðandi inn á bara net eins og þeim sýnist og ríkið á náttúrulega kom inn og orku jafna þetta sko til þess að þeir geti selt þetta bara eins og þeim sýnist og einhverjum tilfellum að byggja upp nýtt kerfi sem að getur tekið við svona bústsorku sko en síðan er bara vindorkuver það er ekki fluga það er ekki kónguló náttúrulega alls ekki fuglar steypu, það er einhverjum munir þessi 2000 steypur sem fara undir hver einustu þau drepa allt hávaði, ljósmengun sjónmengun og það verða bara planta þessu bara í sveitir hér og þar, þessi teikningarnar eru bara í sveitum hér og þar og það sem er náttúrulega gerast er og svo verða að drekja sveitastjórnum í umsóknum og leifum og hitt og þetta það verða að flytja inn rannsóknamastur þó að sé ekki búið að samþykkja hvorki vindorkuverin í annað mastrið komið til landsins, við verðum að fá að setja upp, skiljið, ég meina við þekkjum alveg þessar aðferðir og ef ekkert verður aðgert, þá náttúrulega setjum við bara uppi með þetta til þess að setja peninga í vasan á okkur fáum. En þarna ertu komin með ástæðuna.
Þannig að við vitum ástæðuna. Það er til að setja pening í vasan einhverjum fáum. Og gerna bara einhverjum erlendum vonasjóðum, sko. Hvað með garðvirkjubændur og ekki ágætt að setja smá peningi vasan á þeim. Jú, sko, ef umræðan væri, reisum setjum upp þrjá vindorku, hvað það heitir, vindmyllur, einn lítinn vindorkugarð, setjum upp einn lítinn vindorkugarð og græn raforku fyrir garðvirkjubændur á Suðurlandi. Umræðan ekki það. Nei, og við erum ekki með í regluverkinu neitt garantí fyrir því að við getum stýrt hvert orkan fyrir að búa að taka það af okkur. Veist, og orkupakni en sko svona grínlaust það er bara búið að taka kontróli á okkur þannig að ef við ætlum að gera þetta þá þurfum við svolítið að vinda tilbaka og byrja eins á regluverkinu og byrja búin ítt Algjörlega Einhver gestur þóttir svona rangnefni að segja Búrfells Lund Já, þeir sem að byggja vindorku verður kallað þetta allt svona lund og vindmyllur það er bara eins og með álbræðslutin hafa kallað sér álver ver eru þetta skjól þetta eru náttúrulega engin ver þetta er svona falleg orð það er að reyna að fríka þetta eitthvað með einhverja snillinga það er mikið iðnaður að semja almenni orð á hlutina sko. Eitt nýtt til dæmis sem er náttúrulega borgaraleg öfl og borgaralegi flokkar þetta er svona tískorði í umræðinni sko. frjálslindir borgaralegi flokkar Já, eða bara borgaraflokkar, þeir tala nú þannig á hægrinu sko, þetta er eitthvað nýtt orð fyrir að vera hægramenn í pólitík sko, sem er svona settlegra og ekki eins svona hættulegt og eitthvað sko. Og ég veit að til dæmis í Bandaríkjunum hafa verið starfandi sko hugveitur í bara 20-30 ár og þar á meðal við að búa til orð á hlutina. Það láta það heita geðþekkari nöfnum eða verri nöfnum. Þannig að orðskipta miklu máli, hvað þetta kallað. Ég skilji þannig að þú viljir... Það er ekkert búið að falla eitt, sko. Nei, ég skilji þannig, segir Jón, þú viljir fá okkur aðeins til að draga saman hvað verið að kjósa, sem að gengur ekki droslega vel hjá okkur. Sitt hverjumöflust, sko. Mér finnst hlutverk núna kjósenda og almennings, bara sama hvar í flokki er standað, sama hvar ætlar að setja atkvæði sitt, að toga stjórnmálinn yfir í almannahagsmunina. Mér finnst það bara vera, það er stóra verkefnið. Þú veist, það verður að toga stjórnmálinn yfir í almannahagsmunina og það verður að bara bjarga þeim út úr þessu sérhagsmunarugli sem að þvælist inn í ansi marga flokka. Ég er algjörlega sammálaður því, algjörlega og mér finnst bara kosningabaráttan hefði átt að snúast það núna bara velferð Íslendinga almennt og sérstaklega þess hluta sem er að lægst launu í landinu sko. Þetta bara átti ekki snúast neitt annað. Í stað snýst nú jöfnuðu ríkisfjármálum. Já, auðvitað það er alltaf verið að tala um ríkisfjármálum. Ég meina það er ekkert verið að tala um það sem okkur við skipta máli og almenning en svo er alveg ótrúlega margir sem eru ekkert að pæla í þessu sko, Íslendingar, það er alveg með ólíkindum sko, en mér finnst að þetta bara vera eina sem er að pæla í sko, það er að hvernig búum við til samfélag þar sem allir njóta ávaxtana af því sem við eigum og bara það fer enginn svangur að sofa á kvöldin sko og hafa allir þak yfir höfuðið. Ég meina þetta er náttúrulega galið hvað við erum að borga í vexti. Ég keypti mér hús 2005 á sama tíma keypti vinkona mín í Danmörku hús og við tókum nákvæmlega hátt lán 11,5 milljón. Eftir 15 ár þá var hún búin að borga upp hús sitt. Hún var bara átti það var búið. Þá var ég bara rétt að byrja og það var bara komið sko sky high og bara fyrir 3 árum síðan þá stóð lánið mitt reyndar í 17 milljónum. Þetta er 11 milljónir krónar lán? Já, þetta er 11 milljónir krónar lán daginn, bara fyrir 3 árum síðan, þá var það bara í 17,5 milljón. Og ég var aðeins að lækka, það voru lági vextir og stýrivextir og annað. Núna var það í 28 milljón. 28 og bara hvað gerðist eiginlega sko. Það er nefnilega svo margt sem er undir þessum efnahagsmálum sem maður skilur ekki Já, ég meina þetta er galið og til dæmis að sé ekki bara meira rætt að fara inn í Evrópusambandið og skoða það almennilega. Ég meina, okkur ekki. Leyfið þjóðin að taka ákvörðun það og hvað er boðið upp á þarna?
Við erum svo miklu sveitamenn hérna á þessu landi að það alveg svo framsóknir með auglýsingu þar sem að við getum gert þetta sjálf. Við þurfum ekki DSB. Þeir eru búin að vera í stjórn í 53 ára á 80 síðan við vorum fullvalda sjálfstæðar þjóð. Hvað hafa við verið að gera þessi 53 ár? Hvað hefur við verið að gera í alvörunni? Þetta alveg með ólíkindum sko. Og svo segja, þetta svo vandræðalegt, ég bara heila hættur að byggja upp þessu kosningabaráttunni. Þetta svo vandræðalegt. Hún engin. Ég meina, Sigmundur Davíð, þetta snýst það, Sigmundur Davíð búinn að haga sér svo bjálfi, svona trúður, Brynjar Níelsson, vinur minn, hann svona trúður Sjálfstæðisflokksins og hefur búinn að vera það síðan hann fór til þings sko, bara að vera fyndinn á Facebook, það eina sem hann gerir. Og þetta og svo þetta TikTok og quiz, pubquiz og eitthvað svona djöfulsis kjaftaði og það enginn að pæla í því hvað að gerast á þessu landi hérna. Og hugsa sér að þegar hlustar á miðflokkin til dæmis með fullri virðingu fyrir þeim mönnum sem þar eru, ég þekki nú þetta 2-3 og var með þeim á þingi að skuli vera 20-30 mann sem eru tilbúin að kjósa þetta yfir okkur. Mér er hulun ágata á hvernig ég held að snúist hver lætur sko mest eins og fíbl á TikTok þetta snýst eða þetta orðið daldið finnst mér sko svona eins og hún ég alveg sammála þessu nötu mínum sko hvað hún ætti að snúast sko en þetta ákaflega þunnt ef við horfum á baráttuna sko og ef við horfum á auglýsingarnar og svona þetta ákaflega þunnt og bara með að skoða slagorðin og svona það eiginlega sagt sem bara allra minnst sko og eiginlega það keppnin að komast ekki inn alvöru umræðum, alvöru mál þetta bara að skila svona almennu áleiti og láta fólki lítast vel á þig og þetta náttúrulega ekki skila stemmingu skila stemmingu sko allir flottir sko Ég ætla nú að leyfa mér að segja það ég hef nú samt hérna í þessari kosningabaráttu fengið smá svona nýja trú og lífi við að tala við unga fólki því að það alveg að hugsa og það þú veist, þau kafa alveg djúpt sko þau sjá alveg hvað að skeði þegar þessir gúppar stinga rörunu ofan í ríkissjóð og sjú upp allt sem þau geta. Þau eru alveg að fatta þetta sko, hvað í gangi. Og þannig að ég ætla nú að gefa þeim það alveg að þau muni nú kannski gera eitthvað í framtíðin. Ég ætla að óska þess. Ég held líka að það sé svona það sem ég hef heyrt, náttúrulega búin að vera hérna mikið á labbi úti. Ég held að fólk sé alveg að hugsa hérna fátæku sko. Ég held að það sé alveg almenningur og allavega einhver hluta á honum já og ég held að það sé algjörlega og vonandi meiri hluti heldur en minni og ég held að það muni koma í ljós á laugardaginn að fólk mun kjósa akkurat til þess að breyta það ekkert annað í boði heldur en að breyta Þetta verður spennandi en klukkutíminn okkar búinn ég þakka okkur kærlega fyrir komuna Halla Páll Valur Sverrir Björnsson og Margrét Pétursdóttir, takk ykkur fyrir en hér á eftir starfsmenn sem að vinna í sjálfbáðinni að svara spurningu dagsins en þar á eftir setjast þau niður bræður þá ég að fara að tala við frambjóðandan Gunnar Smára það verður spennandi svo kemur bara hvað eftir öðru Svo frambjóðandi tala við frambjóðanda Já, ég í heiðusæti, ég lengst í burtu sko. Þetta nýtt format ekki bara frambjóðandi, þetta bræður líka Nýta þetta fáa fólk sem Við réðum ekki format í íslensku sjónvarpi Við réðum einhver það, sko við værum Já samstöðun, hún stórmerkileg Já, hún það En takk aftur Takk fyrir mig Takk. Og ég sé ykkur eftir eitthvað augnablik með Gunnari Smára Við þurfum djúptækar breytingar, raunverulegar breytingar. Sósíalistar hafa sýnt að þeim treystandi til að breyta. Sanna Magdalena sá fulltrú í borgarstjórn sem flestir borgarbúa treysta. Hún talar máli þeirra sem óréttlætið bitnar harðast á. Sósíalistar hafa endurreist verkalýðshreyfinguna með nýrri forystu Eflingar. Sósíalistar stóðu að mótmælunum gegn Íslandsbankasölunni og kröfðust afsagnar Bjarna Benediktssonar.
Sósíalistar stóðu að endurreisn leigjendasamtakanna, svo nú ómar rödd leigjenda. Sósíalistar hafa breytt umræðunni, meðal annars með samstöðunni. Sósíalistar hafa sýnt að þeim treystandi til að breyta því sem þarf að breyta og þeir hafa betra plan fyrir Ísland. Breytum Alþingi, kjósum Sósíalistaflokkin XJ.